En ég einhvern veginn bara hringsólaði bara og sagði bara já, hún veik, við erum alltaf, við förum aftur heim, En svo gerist það bara að við erum tekin bara á þetta spjall. Og þá bara brotnaði eitthvað inn í mér, sko. Við höfum öll auðvitað þetta taugakerfi og tilfinningar, sama hvað kyni við erum eða hvað við erum gömul. Og við finnum öll fyrir mismunandi tilfinningum. Skömm bara samheiti yfir alla þær tilfinningar sem eiga það sammerkt að þær kvikna ef við upplifum að við föllum niður virðingastigann. Bara Svitnaður? Við erum sveittur. Karlar bæla tilfinningar sínar, fela þær fyrir öðrum og upplifa skömm vegna þeirra. Þá leita karlar sér síður aðstoðar vegna tilfinningavanda og sumir talið að vera merki aumingjaskap eða veikleika að upplifa berskjaldaðar tilfinningar. Í þessum þætti ætlum við að skoða karla og tilfinningar. Og þetta var svo skrítið, því að ég ætla að segja að ég hef verið farþegi, í þessu ferðalagi. Og þetta náttúrulega hennar barátta. Það sem ég barðist við var kannski svefnleysi, en það sem hún barðist, hún var hetjan hana. Og að horfa upp á barnið sitt þarna, það var gríðarlega svona, það var rosalega erfitt, Það var rosalega erfitt. Og líka bara einhvern veginn að þetta er fyrsta barnið mitt og maður einhvern veginn svona gat ekki gert, maður gat ekkert gert. Maður bara, ég fann alltaf svona í augunum á henni bara, að mér fannst bara pabbi hérna getur þú hjálpað mér, pabbi hvað er að gerast, pabbi, ég dílaði bara ömurlega við þetta, Ég gerði það. Ég sagði bara, ég þarf ekki sálfræðing. Ég stóð bara hana ískaldur, hélt ég verið ógeðslega töff og sagði bara, ég þarf ekkert sálfræðing, En það var bara, einhvern veginn allir aðrir en ég, þegar tala um fólk sem stendur nálægt mér, sá það, Og sérstaklega kona mín, hún alltaf, kona mín alltaf finnur mest fyrir þessu. Svo alltaf, foreldrar mínir og þeir sem eru svona nátengdir, en svo, hinir kannski standa mann aðeins fjær, ég var alltaf bara blessaður, alltaf flottur, alltaf þessi gæi, Karlmennsku gríman svokallað að vera bara alltaf góður getur komið mönnum í vandræði, sérstaklega þar sem þeir leita sér síður aðstoðar vegna tilfinningavanda. Strákar og karlmenn leita sér síður aðstoðar en konur og stelpur og það getur verið rosalega mikilvægt fyrir til dæmis strákana að vera fyrirmyndir fyrir aðra félaga sína og sýna þessa hegðun, að tala tilfinningarna sína, að segja þegar þeir eru litlir í sér eða eitthvað koma upp á eða það er eitthvað erfitt í gangi. Og þannig getum við einhvern veginn elt þetta að allir og við öll megum tala tilfinningarnar okkar og upplifa það sem við erum í raun og veru að upplifa. Kannski ég segi, kona mín kannski, hvað er að þér? Af hverju er eitthvað að? Af hverju heldur sé eitthvað að? Það var svona, byrjar að urra, ég er ekki hlæjandi? Það er náttúrulega það sem er það versta fyrir sérstaklega svona karlmann að upplifa sig vanmáttugan og lítinn í sér. Og þá getum við gripið til reiðinnar. Svo bara fór ég út í bíl og svo bara brotnaði ég niður. Og ég fór í bíltúr, ég veit ekki hversu mikið bíltúrum ég fór, því mér fannst bara enginn mætti sjá mig þarna. Og þegar mér fannst bara einhvern veginn ég var að bregðast fjölskyldunum minni. Mörg dæmi eru til karla sem fara afsíðis til að gráta og fá útrás fyrir tilfinningar sinnar. Skömmin, sérsvið Guðbrandar, kemur þar oft við sögu. Skömm bara samheiti yfir alla þær tilfinningar sem eiga það sammerkt að þær kvikna ef við upplifum að við föllum niður virðingastigann. Þetta er svona tilfinning sem hefur svo gífurlega mikil áhrif af því að hún minnkar sjálfsálitið okkar eða sjálfsmatið okkar og hefur þar af leiðandi svo mikil áhrif á sjálfsmyndin okkar og sjálfsöryggið. Og þetta er eitthvað sem ég meina er bara yfir og allt kring. Hún hefur mörg svona heiti meðal annars menningartilfinningin af því að það er meðal annars vegna skammar að við högum okkur á ákveðin máti kringum aðra, að við viljum ekki minnka í áliti og allt þetta.
Daníel Valtýsson deildi átakanlegri frásögn sinni undir myllumerkinu #karlmennskan sem tónar vel við það hvernig menningartilfinningin skömm og hinn menningarbundna karlmennska fléttuðust saman í jarðarför móður hans þegar Daníel var 16 ára gamall. Það hefði náttúrulega breytt örugglega öllu. Þá hefði mér fundist ég geta að tala við hann. Já, hana eða bara leyft mér að líða illa og kannski grátið með mér. Það hefði, ég var í svona hörðum vinahóp. Það var ekkert það var ekki að ræða að fara að gráta fyrir fram á þá. Við erum báðir að halda inn í okkur tárum. Við erum báðir að halda inn í okkur, kökkinum. Við erum að reyna að tala saman, við erum að reyna að, þetta er allt svo skrítið, sko. Svo bara allt í einu bara á nákvæmlega sömu, hún horfir bara á okkur, þetta var svo magnað, hún horfir bara á okkur. Og mér fannst hún að segja bara, hvað er að ykkur? Eða skiljið mig, maður er svona bara einhvern veginn og svo allt í einu bara gerist eitthvað. Stundum finnst fólki eins og það megi ekki upplifa tilfinningar eða sýna að það finnur fyrir einhverjum tilfinningum og það sé eitthvað veikleika merki. Það krefst rosalega mikils hugrekkis fyrir suma að tala tilfinningarnar sínar og hvernig þeim líður. Já, ok. Og hvað vilt þú þá þjálfa í þér? Hvað viltu rækta í þér? Viltu rækta með þér hugrekki eða hugleysi? Og það náttúrulega er sjálfgefið. Ok, hugrekki er náttúrulega eina af þessum svona eiginleikum sem við gjarnan teljum til karlmennsku. Þannig að ok, there you have it. Og það gæti komið mörgum á óvart og kannski sérstaklega strákum og mönnum að þegar þeir byrja að tala við vini sína og félaga sína að kannski hafa félagar þeirra að upplifa bara eitthvað svipað og eru færir að sýna því skilning og kannski að dýpka enn frekar vináttúrsambandið. Þegar við reynum að loka á þessar tilfinningar sem okkur finnst erfiðar, þá lokum við stundum á sama tíma á tilfinningar sem okkur finnst ljúfar og góðar. Þetta snýst bara einlægni og tilfinningar og líka bara það er töff. Það er töff að vera tilfinningarlega tengdur sjálfum sér. Ég er ennþá að læra það. Og ég er að reyna að læra það. Ég viðurkenni að ég er ekki góður í því. Ég er góður í að tala það, ég geti rætt við hvern sem er sambandsslit þeirra og bara hlusta. En að setjast niður og ræða mín tilfinningarlega vandamál, það er sjúklega erfitt. Og þá bara, þá er ég bara komið með steypu og múrkubba og byrjaði bara búið að byggja upp vegginn, það er bara, ég sé hann bara fara upp, þá bara lokaði, múraði fyrir, Karlar geta skapað sér enn frekari vanda með því að múra fyrir tilfinningar sínar og fela þær að bæla niður. Vanda sem mun að öllum líkindum bitna á fólkinu sem stendur þeim næst og því er mikið í húfi, ekki bara fyrir karla og drengi, heldur samfélagið í heild sinni að karlar sýni hugrekki á tilfinningasviðinu. Ef þú vilt vita meira og fá ítarlegri útgáfu af þessum þætti og heyra meira frá viðmælandunum sem ég var að tala við, þá getur þú farið inn á allar helstu hljóðvarpsveitur eða podcastveitur og fundið þátt með sama nafni þar.